þegar við vorum út í Serbíu 2008. Við vorum einhvern tímann, þá var alltaf svona Euroklúbbur og Euroklúbburinn sem allir fóru að skemmta sér og hann var bara í rauninni bara rétt við hliðina á hótelinu okkar og við vorum eitthvað að rölta út af Euroklúbbnum og bara farin á hótel. Til þess að labba þá leið, þá svona lítið rjóður og svona göngustígur gegnum rjóðrið og við löbbuðum þessa leið bara margoft og... Pétur var að plata minni eitthvað rjóður. Já, ég var það er nú Euro. Ég var ekkert að meina með þessu. Og við ætlum að labba þarna. Það er einhver hópur af fólki sem stendur bara þarna. Ekkert athugavert við það, nema hvað svo... Þegar við nálgumst, þá sýnist mér að að rússneski söngvarinn þarna með einhverjum félaga sínum og þeir eru bara í miklu stuði og eitthvað svoleiðis og við ætlum bara að labba í gegn og Öggi labbar á undan mér. Þá koma bara einhverjum menn sem eru 2 á hæð og 3 á breidd. Þá eru það rússnesku öryggisverðirnir. Þeir voru ekki á því að við mættum labba þessa leið sko. Það var mjög, Öggi ætlaði nú ekkert að láta sig segja það. Við höfum labbað þessa leið margoft og höfum alveg jafn mikið rétt og allir aðrir. Þeir ætlaði nú bara að hjóla í þig. Já. Þú sagði mér að við ættum bara að hlaupa í burtu. Já, ég held að þeir voru alvopnaðir og eitthvað svoleiðis. Það er ekkert það. Við erum ekkert að leggja í svoleiðis. Nei, nákvæmlega. En það er mjög fyndið að sjá þetta. Svona 30 fílendir öryggisvörðir og síðan einhverjir 2 unglingsdrengir á fyllir í rjóðri. Ég heyrði austurríska lagið og mér finnst það nokkuð gott. Já, ég heyrði armenska lagið. Það var, held ég að það verið armenska lagið, að við skulum taka fólk í bíl að rífast í rigningu eins og gerist. Það var eitthvað í því sem var ágætt. Þannig að... Já, ég hef ekki heyrt það. Nei, þetta eru 1-2 lögin sem ég hef heyrt þannig að annarkvort þeirra, Armenía eða Svíþjóð. Já, mér sænska lagið líka mjög fínt. Og þetta austurríska, það er svona Bond-feelingur í því, þannig að fíla það.